Komið sæl. Það eru gular viðvaranir í gildi fyrir stóran hluta landsins, það er að segja austanvert landið frá ströndum á Norðurlandi vestra og suðaustur á Suðausturland og flestar eru þessar viðvaranir nú vegna erfiðrar vetrarfærðar á vegum, þá sérstaklega til fjalla. En á Suðausturlandi þar er norðaustan hvassviðri eða stormur, sérstaklega þá undir Öræfum og hviður geta verið umtalsverðar á þeim slóðum. En svona stóra myndin, hvað varðar þetta veður, þá erum við víða mikið í lægðakerfi hér sem er að stjórna veðrinu hjá okkur og einnig víða í Evrópu og það eru svona lægðir og lægðardrög sem er að myndast og deyja í þessu og við sjáum að lægðin hér, meginlægðin suður í hafi, að hún er rauninni að fylla sig á morgun en ný lægð að myndast yfir Bretlandseyjum sem viðheldur í rauninni þessi kerfi sem þá hringsnýst svona sinn megin ás og það gerir það verkum að veðrið það verður áfram hjá okkur hvöss norðaustlæg átt en lægðin mun þó bera með sér hlýrra loft til okkar og því viðbúið að það verði nokkur gráðum hlýrra sérstaklega hér sunnan til á landinu á morgun. En förum við landsfjórðungana og byrjum á suðvesturhorninu og það verður stífur vindur víða eins og þessar tölur bera með sér, þá erum við að tala um þetta 10 til 15 metra á sekúndu. Getur auðvitað sumstaðar verið aðeins hægari en svo, en hvað var að hitafarið, þá erum við sjálfsagt að sjá á morgun hitafara nokkrum gráðum yfir frostmarkið yfir hádaginn, en svona í kringum frostmarkið í innsveitum og svo var vantilega næturfrosti komið inn síðla dags á morgun, en ef við förum síðan norðar að þá sjá að það er nú komin úrkoma inn í þessa mynd og það er nú lítilsháttar úrkoma þá sérstaklega á ströndum og á norðanverðum Tröllaskaga, annars úrkomu lítið og hitinn svona almennt séð í kringum frostmarkið en við sjáum á vindatölunum að þetta er allhvass vindur og getur jafnvel sumstaðar verið að slá í storminn. Þyngra yfir á norðausturhorninu og þar er nú svona megin þungin í úrkomunni þessa dagana eins og við sjáum hér. Það er vissulega bloti í úrkominu úti við ströndina en þegar komið inn á land þá verður nú frost allan daginn á morgun og sem er vindur verður nægur til þess að valda skafrenningi, áframhaldandi hríðaveður þá sem getur gert ferðalöngum erfitt fyrir þá ekki síst þá á fjallvegum og það sama er við norðvestur hluta landsins. En þegar við förum síðan til suðurs og þá sjáum við að það er þessi norðaustanátt að hún er virkilega stíf með ströndinni og í Öræfunum að það getur að verið meðalvindur verið að slá í þetta 20-25 metra á sekúndu. Getur verið til dæmis bjart austan Öræfa, bjart veður á morgun en líkur til þess að verði skýjað þegar austar dregur. En næstu dagar eru nú svo sem nánast upp á sömu bókinni eins og við sjáum hér. Vissulega eru nú svona hitatölur yfir hádaginn yfir núllinu og það er norðausturhorn landsins sem að mun fá svona megin þungan af úrkomunni og það verður allt frá að vera snjókoma í töluverðu magni yfir það að vera slitað jafnvel rigning út yfir ströndina og úrkomu lítið í öðrum landshlutum og sennilega skýjað að mestu annars staðar og förum við síðan yfir á sunnudaginn og þá sjáum við að það bætir í úrkomuna en dregur ef eitthvað er úr vindi og ljóst að svona aðstæður til ferðalaga verða erfiðar alla helgina og það er ekki mikið fyrir en að við komum fram á Þorláksmessu sem við sjáum að það er svona draga úr bæði þá vindi og úrkomu en áfram verður áttin norðlæg hjá okkur og svona spár benda svona til þess að það verði svona hægara veður á landinu þá á aðfangadag og jafnvel jóladag líka en við verðum að sjá betur hverju framvindu með það. En það er sem sé norðaustlæg átt hjá okkur og hún er í hvassara lagi áfram og halda að snjóa norðan og austan til, hríðaveður þar á köflum sem getur valdið erfiðum ferðaðastæðum en þurrt og jafnvel bjart hér sunnan og vestan til. Segjum það gott í bili, verið sæl.